Þá höldum við áfram óvissuferð okkar Húnaþing vestra. Að þessu sinni eru 3 pör að keppa. Við skildum við liðin í síðasta þætti við Hvítserk, þar sem pörin frá Dalvík og Fáskrúðsfirði voru við það að klára sitt málverk, en parið frá Skagaströnd var að mæta á staðinn. Fyrstu 2 liðin voru hins vegar að lesa næstu vísbendingu. Á einum áhugaverðustu áningastöðum Vatnsnes rekinn sjávarveitingastaður yfir sumarið. Einnig eru þar í grennd góðar gönguleiðir. Hann frægur fyrir einstaka sjávarréttusúpu og þekkist best af turninum við hlið veitingastaðarins. Verði ykkur að góði. Birgir, veistu eitthvað? Nei. Já, ok. Þannig að ég ætla að taka þetta á fóttökutrönnum. Já, ok. En hvert hefur þú setja þetta? Bara í skottið. Við erum svo langsíðust að það ekki fyndið. Þau eru farin, sko. Herru, við að finna veitingastað sem frægur fyrir sjávarréttasúpu. Veitingastaður sem frægur fyrir sjávarréttasúpu. Veitingastaður frægur fyrir sjávarréttasúpu. Ég semst núna hjá Hvítserk, dranganum. hjá Hvítserk. Já. Já, þá keyrurðu bara svo að þetta var til Hvammstanga. Allt fínt. Láð með það annan. Ég sko að leita veitingahúsi sem með frægur fyrir sjávarréttasúpu. Það sem var fiskisúpan það heitir Geitafell. Geitafell, ok, hvað það? Þú ferðu í áttina bara eins og Hvammstanga. Ok. Og það á vinstri hönd. Það á vinstri hönd, ok. Og þar bara sjávarréttastaður yfir sumartíman? Já. Ok, Geitafell. Heitir það, en ekki Illverðar, sko. Ok, þarf maður að keyra langt frá? Ég bara spá hvort ég sé nokkuð komin fram hjá því. Nei, ekki hjá Hvítserk. Jú, ég náttúrulega lagði á stað þaðan, sko. Já, þú ert alveg hálftíma að keyra þangað. Já, heyrðu, ok, takk. Já, alveg. Takk fyrir. Æs. Ok, hvað sagðum þetta? Geit eitthvað? Geitastaður. Nei. Geit. Koma svo á.is, það getur ekki verið mikið sem heitir Geit. Eitthvað. Vá, geit. Vá. Geit. Það samt. Geit. Geit. Ef maður skrifa geit á já.is þá kemur bara geir. Já.is að mega það. Sagði hann ekki eitthvað geit? Geit. Hún sagði eitthvað geit. Sagði hann ekki? Jú, hún sagði það. Já. Það ekki til neitt sem heitir nema þessi uppsvölunni. Geit. Sjávarveitingastaður. Já, Geitafell. Pröfum hvað Google getur sagt mér geita eitthvað. Geit. Þú ert ekkert skárri en ég með minni. Nei, ég var að reyna að muna þetta. Ég meira að segja, sko, endurtók þetta í huganum. Geit. Ég skil ekki hvernig þetta heitir. Geit. Geitafell, sáum það? Það eitthvað. Það var nú komin blessaður í góðan dag. Þetta ekki flott hjá okkur, krakkar? Jú. Nei, ekki, ég myndi ekki kaupa þetta á svona 50.000. Þetta 50.000. Yeah. Herri, ég ætla að lesa næstu vísbendingu. Á einum af áhugaverðu áningastöðum Vatnsnesins rekinn sjávarveitingastaður yfir sumarið. Já. Einnig eru þær í grennd góður gönguleiðir. Hann frægur fyrir einstaka sjávarréttasúpu og þekkist best af turnunum hlið veitingastaðarins. Ha? Geitafell, er það þess átt? Já. Takk! Alltaf! Já, halló. Ert þú á Geitafelli? Já. Hérna, við erum í svona óvissuferð og við eigum að koma til ykkar. Já. Ég bara að spá í við vorum að koma frá Hvítserk, eigum að fara í áttina að Hvammstanga. Já, við veitum hægri þú kemur frá Hvítserk.
Ok, og hvað er að keyra cirka lengi frá Hvítserk? Það svona 15 mínútur, þú sér það eftir. Beygir til. Eigum við að beygja til hægri? Eigum við sérst ekki að fara eins og við séum að fara til Hvammstanga, heldur í hina áttina? Jú. En þá beygjum við til Þú vinstri. gæst báðar leiðir til Hvammstanga. Þetta stytstu leiðin og beygir til hægri, þú kemur austur á bíl. Ok, þá beygjum við til hægri og keyrum í 15 mínútur. Já, það er eitthvað tuttur. Þú sjáir skilti, það svona skeið og gaffall. Við fórum reyndar ekki í 8 getavellið því að við fórum vitlaust átt. Já. En það skýrist mjög fljótt og við snýrum við. Herðu, Sjónan hérna. ok, við erum að keyra vilsátt, við sjáumst eftir. Dammit. Hvað hétu þetta? Eitthvað? Geitafell. Já, þetta er einhver turn þarna. Já, við erum á réttu leið. Er það ekki? Please. Seafood restaurant. Aja. Yes. Djúvill er þetta samt cool. Ógeðslega flott. Vá, hvað þetta er flott. Þú veist, og við erum middle of nowhere. Brunnaðu. Svo rálega. Sekundbundur skipta ennþá máli þó svo að við séum fyrsta sæti. Hæ. Við vorum svo að halda að við værum á vitlausri leið. Hér stöldrum við í að minnstakosti 30 mínútur og nú mun reyna á bragðlaukana. Þið fáið ljúffenga fiskisúpu sem inniheldur 8 hráefni. Hver eru þau? Skrifa á blað og afbendi eftir 30 mínútur. 2 mínútur bætast við biðtíma við hvert hráefni sem vantar í svörið. Rauði bíllinn og skótinn. Já, og turnin. Og turnin. Pörin frá Dalvík og Fáskrúsfirði borðuðu ljúffenga sjávarréttasúpu og nýttu bragðlaukana til að reyna að átta sig á innihaldinu. Á meðan var lið frá Skagaströnd enn að reyna að finna áfangastaðinn. Þarna, getur verið. Já, ekki. Jú, getur verið. Þetta er þarna líkt í, er þetta ekki eitthvað turn þarna? Jú, það var þetta sem ég held að vera. Ok. Skrifið á blað og afhendið að 30 mínútur liðnum. 2 mínútur bætast við biðtíma við hvert hráefni sem vantar í svörð. Þessu verður við að ná. Það er bara þannig. Einn. Ok. 2 mínútur. 52. 2. Bæjó! Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir okkur, þetta var rosalega gott. Takk til úlpuna þína. Takk. Bindið þessa slæðu fyrir augun á kvenkyns þátttakandanum. Keyrið að hamarsrétt. Karlmaðurinn má ekki fara út fyrir veginn og konan má ekki taka af sér slæðuna fyrir næsta vísbending er fundin. Ok. Hörðu, farðu bara tjörn, fáum leiðbeiningar þar. Hvað þessi rétt er. Af því við höfum svo mikið forskot. Já, ok. Farðu bara þangað. Hamarsrétt. Er ekki allt í lagi þá að bæjarliðið sé lokað? Er ekki allt í góðu þá maður að keyra upp það? Djöfullinn, við hefðum átt að keyra örugglega í hina áttina, sko. Það er ein villa. Ein villa. Viltu benda mér á hana? Máttu benda mér á hana? Það var eins og þessi verið að gera upp hérna allt húsið. Ég keyri bara í hina áttina. Hina áttina? Já. Nei, Jú. fyrst við googlum eitthvað eða hringjum eitthvað. Já, við... Getur andra? Veistu hvað hamarsrétt er? Nei. Það þarf þá að googla það. Ég get svo sem kannski. Já, kannski byrja því. Máttu það lagi? Bindi þessa slæðu, það stendur keyrið að hamarsrétt. Þú verður bara að finna það. Ok. Svolítið óþægilegt að sitja og geta ekkert gert bara með bindi fyrir augun. Ertu búin í þetta á hringja? Já. Ertu búin í þetta á spíkartækjum? Nei. Hvað er það? Hérna. Nei, hvað er það? Halló? Hæ, hérna, getur þú sagt mér hvað Hamarsgil er? Nei, hvað stendur? Hamarsrétt. Já. Út á Vatnsnesi. Út á Vatnsnesi? Já. Ég var að borða súpu á Geitsfelli Geitafell. Já. og á ég þá að fara...
Á ég fara til hægri eða vinstri? Hægri. Já, góðan daginn. Ert þú á Þorgrímsstöðum? Ég hérna smá villtur. Mér vantar að komast í Hamarsrétt. Já. Er það rétt? Sko. Yes! Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir okkur. Fórum strax að stað Fengum þaðan. enga refsingu fyrir það. Enga refsingu. Nú sjá okkur flott. Og konan má ekki oh my god, taka sér slæðin fyrir næstu vísbendingafundi. Hamarsrétt er með opina það? Jó. Já, ætlar að láta mig ráða stefnuhust? Nei. Takk fyrir! Hamarsrétt er fjárrétt á Vatnsnesi í Húnaþingi vestra. Réttin er í fjörunni rétt sunnan við Ós. Rétt sunnan við Ós. Ertu búin að finna þetta? Erum við komin? Vil eitthvað segja mig hvað er að gerast? Veistu hvað Hamarsrétt er? Áfram. Öxtur. Ok, flottur. Fer ég hérna fyrir nesið? Kílómetr. Ok, flott. Takk fyrir. Alveg var komin. Já. Nei, svona. Svona kílómetr. Og takk tíma. Nei, þú veist, kílómetra. Takk fyrir. Bara, svo missum ekki þessu. Góðan daginn. Geturðu sagt mér hvað Hamarsréttin er? Halló! Takk hérlega. Hvað ætli hún hafi haldið? Magna, þú hefur alveg getið sleppt í þetta. Það var eins og kidnapping eitthvað. Já, við erum ekki verið svona glöðu, Jolly. Er þetta aðeins lengra? Já. Fyrirgeði. Hvernig kemst maður niður að réttinni? Það er bara útskot hérna niður og keyrir eins og keyrir niður á sjónum. Já, ok. En þú skalt að passa þig, það er svolítið lausamölur. Ok. Hvað? Hér eru það mesta rollur. Þannig að réttin er hérna bara. Við hljóðum að við erum alveg að vera komin. Já, verði kjur. En það hallir bara í mig. Hvað er þetta? Þetta er rollur. Sem ég kom við? Ég veit það ekki. Ég veit ekkert hvert við erum að fara, sko. Ertu að skoða í kringu þig? Já. Býtu, hvernig áttu að komast þarna niður? Með bundið fyrir augun. Sérðu einhverja vísbendingu einhvers staðar eða? Ok. Sérðu eitthvað? Sko, það er ekkert eitthvað hér. Og við erum ennþá á veginum. Hann liggur bara lokuð við hliði. Hvar er réttin? Hún er þarna, lengra í burtu. Þetta lítur bara að vera þar. Nei, ekki ef það stendur að megi ekki fara út af veginum. Þú mátt ekki fara út af veginum, ég má það. Já, en þá þarf vísbendingin að sjást einhvers staðar. Og ég er búinn að skima allt saman. Þannig að þetta var ekki alveg ég náttúrulega sá ekki neitt, en hann fann ekki þessa vísbendingu. Vinnu, maður sjá. Finnurðu, sjá, þreifaðu bara með hellum þar. Finnurðu hvað það er? Já, þetta. Ok? Svona. Ok. Run Forrest! Og þá náttúrulega stoppaði allt svolítið mikið af því að þá náðu hinn liðin okkur og komu. Ég sé hinn skótan. Ok. Það er ábygglega vegur hérna niður. Já. Kristján! Já, Pétur! Ég er að koma. Sérðu hinn skótan eða? Hann var í réttinu, svo held ég að þessi sem fóru fyrst að er að koma í rollastóðinu. Ok, nice. Hérna er þetta. Haltu áfram, Magna. Ég held þú sért að koma á honum. Náði einhvern veginn að þreifa mig meðfram þessu og fann vísbendinguna með hans liðsögn. Og flýttu þér á stað, taktaður og komdu. Komdu. Fljótt. Hvað er hinnir? Það er tími. Sett þetta inn á þig bara. Nei, ég á að keyra. Ok. Hérna, takk að þú setja þig. Já, sæll. Ok, já, heyrðu. Æ, ég veit ekki hversu sniðugt það er að láta konuna keyra héðan út, sko. Á gríns. Jú. Maður hraðar endurinn, þau eru að leggja stað hérna hinn. Ok. Þau eru semst búin að finna þetta? Greinilega. Djúli, það var að hafa bind það. En þau þurfu samt að lósa þeim.
Já, en það sama, við eyddum alltof miklu tíma, maður labbaði alveg upp að enda og eitthvað. Labba bara beint frá bílnum, að grindverkinu og meðfram grindverkinu og ég segi til. Æfir út? Já. Ok, það leifum við það í bara annars stað. Það er alltaf leið, þú ert ekki að vera stressuð, sko. Bara grjóti það. Ég má vera hérna á veginum. Ok. Birgir þurfti að segja mér hvert ég átti að fara. Ég þurfti að labba með bundið fyrir augun í réttina. Finna vísbendinguna. Farðu og taktu í grindverkið. Hvað núna? Farðu hérna inn. Hvernig, klifra? Fylgdu þessu bara. Klifra? Nei. Labbaðu bara inn. Já, inn hvert? Er hérna eitthvað? Já, krypti það. Áfram, á og til vinstri. Alveg bara á milljón. Meira, stopp! Þetta? Já. Nú má ég taka. Taktu á þér. Lengra. Aðeins lengra. Komin. Má taka af. Næst liggur leiðin á aðlaðandi stað sem stendur við Miðfjörð og er stærsti þéttbýliskjarni Húnaþings. Bindi slæðuna fyrir augun og kalkist afturgötunu. Næst liggur leiðin á aðlaðandi stað sem stendur við Miðfjörð og er stærsti... Herðu, Jóni minn, þú mátt ekki keyra. Ég ætla að fara hérna upp fyrst, þú kemst aldrei yfir þetta. Svo keyrði ég bara af stað og hann satt aftur með bundin augun. Það var gaman. Það var ekki gaman. Ég með bundi fyrir augun og þú að gera. Það var... Þetta gekk bara mjög vel. Það er ótrúlega óþægilegt að þú sett að barka og ég með bundi fyrir augun. Þetta verður viðbjóður. Já. Já, þetta er að guppa yfir ykkur, síðan alveg yfir mér. Þetta er ræðilegt. Á ég að taka fram úr þig? Nei. Þau eru búin að vera að keyra hratt. Það er alveg á hreinu. Bílasölu, það er ekki bílasala á Hvammstanga. Góðan daginn. Getur þú sagt mér, þetta er verið að tala um hérna Hvammstanga? Blönduós? Eitthvað annar bær? Hvammstanga. Bara hér? Já. Ok, takk. Þarna mistum við sko dýrmætar 3 mínútur. Þetta er bara bílasala á Hvammstanga. Þú veist, að það væri bílasala á Hvammstanga, það kom mér mest óvart. Fyrirgefðu! Er hringtorg einhvers staðar hérna? Hvar finn ég hringtorg? Já. Það reyndist þrautinni þyngra að finna þetta hringtorg á Hvammstanga. Hörðu, er eitthvað sem að gæti verið hringtorg hérna í bænum? Hæ, heitir Hugrún. Hvar er hringtorg á Hvammstanga? Hvergi? Jú, þá er eitt hringtorg einhvers staðar. Búið þið hér? Hringtorg? Já. Er einhvers staðar hringtorg? Já. Hvað er það? Er það hringtorg? Alveg hjá sjúkrahúsinu, bak við sjúkrahúsinu. Sjúkrahúsgarðinu. Akkurat. Ok, takk fyrir. Ok. Bye. Sko, þú fer bara, fyrir beintin á hann. Já. Alveg út í enda. Út í enda bæjarins? Nei, bara út þessa götu. Ok. Við slátt það ekki hans. Það er svona ógeðslega ljótt grænt hús. Ok. Og spítalinn verður þar. Þú þarft að fara bak við spítalinn. Ég held að fara niður fyrir það. Ok. Og þá kemst á bak við það. Ég hef komið við sjóin, sko. Já, til hægri. Það er ekki hring. Jú. Er það ekki? Jú. Takk. Góðan daginn. Ég er að leita að hringtorgi. Hringtorg? Getur þú keyrt þangað og ég keyri eftir? Takk. En fyrst. Karlmaðurinn hefur ennþá bundið fyrir augun á sem styrstum tíma þarf að koma varadekkinu undir bílinn og blása upp 30 blöðrur. Í þessum leik má karlmaðurinn ekki snerta neitt með höndunum af blöðurnar. Það lýsir fyrst hefur ekki hringtorginu með fullan bíl af blöðrum og varadekki undir bílnum. Þennan bíl? Já! Þetta er kvikindslegt.
Ok. Væ! Ég næði honum ekki úr, pælti því. Ef ég get ekki haldið áfram, ég næði honum ekki úr. Þeir eru hinn að skotana þarna? Já, þeir eru komnir. Báðir? Einn. Þetta er bílaplan. Ég má bara ekkert inn á bílaplani. Er þetta ringdól? Við erum að skipta dekk, Birgir. Ég á að skipta dekk, ég kann það. Ertu viss það? Það er að losa þig? Já. Það lið sem fyrst hefur ekki hringtorki með fulla bílablöður um að varðdekk undir bílum Sigurðarkeppni. Já, sæll. Eigum að skipta dekk? Já, þetta er á bílnum. Má ég ekki snerta neitt nema blöðrurnar? Já. En ég má fara út úr bílnum eða ekki? Jú. Það þurfum að taka drasli úr skottinu, sko. Kristján, komdu. Ég má ekki snerta neitt? Nei, þú getur maður tala. Já. Hvernig losa ég dekkið? Ég veit það ekki, er bolti á því? Já. Findu hérna felgulykilinn. Var þetta ekki undir skottinu? Jú. Ha? Ég kom með dekkið. Ok, ertu komið með það? Já. Ertu búin að losa? Já. Heyrðu, róleg. Heyrðu, hopp og sí, nú veit ég ekkert hvað það er, sko. Þú veit skrúa eitthvað? Hæ? Að skrúa? Þú? Nær að snúa sem höndum? Nei. Ertu með tjakkinn og felgulykilinn? Já, en ég þarf að opna tjakkinn einhvern veginn. Já. Þú bara byrjar að tjekka hann. Ég náttúrulega veit svo sem ekki nákvæmlega Ég kann ekki á með tjakk, sko. Og hann á að fara niður, sérst? Já, hann á að fara niður ef þú stendur hérna megin við hann, sérst, mín megin. Ok. Legðu tjakkinn bara niður eins og hann hegi pottið að liggja. Ég veit ekki hvernig hann á að liggja, sko. Annar er stærri flötur og einni lítill flötur. Já. Já. Hann á að sitja á stærri flötunum og öðru hvoru megin átt að tjekka hann upp. Já, það er eitthvað svona dæmi sem eins og var á gömlu símanum, þú veist, svona 1, 2, þú veist. Hittumst á hringtorginu. Á hverju? Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera. Símanum 112. Bara svona tjing, tjing, eins og er í gömlu innkomukassunum. Tjing, tjing. Ok, hann er svartur. Já. Og hann er með svona, Svo er hann með svona, já. svona hlustaði. Svona gormur, ég get svona svartstykki, ég get ítt því svona niður. Og það tegist á gómnum. Og stöngin er svona beint út í átt að tefnum. Ég veit ekki að ég er kannski, ég get náttúrulega ekkert. Hvað er dekkið? Svona? Já. Að þá stígur þú svona niður? Já. Til að losa? Ég gerði það. Já. En sko, á þetta verið eitthvað brjálum á? Þetta er svolítið stíft, þú getur þurft að stíga svolítið á þetta. Magni, hann er að tala um einhverja blöðrur. Hvað eru mínar? Hvað? Þetta verður til okkar að fljúga. Nei, ég hendi henni bara inn í bíl. Já. Sko, ég voni ég sé réttur stað. Mér minn alveg. Ekki mál. Alltaf. Já, ég var ekki að fara vilt sátt. Hæ? Ég var að fara vilt sátt, það er bara þannig. Ég veit, þú átt að baka blöðurinn Hei, þínar. ég þurfti að labba þérna út. Ég sé ekki neitt, Ég þannig veit ekki hvar blöðurnar eru, sko. Ok. Þá skal ég bara vera hérna ekki með neina. Já, ok. Birgir, það er 3 sprungnar í grasinu, sko. Ok. Alveg hérna undir. Er svona hérna á endanum á tjakknum? Það er fullt af blöðurum í hérna... Ok. Spá ekki í þau núna. Er svona á endanum á hann? Er svona á endanum á tjakknum? Nei, ég sé ekkert gat. Hitt undir. Það gökur, það er ekki á. 18, 19, 20, 21. Hvað gerðir við blöðurna? Það lít svona út, svo er eitthvað svona kall og skiptilykill og þetta gerir ekki neitt. Hvað á ég að gera? Í næsta þætti komumst við að því hvert liðanna þriggja sigrar þennan hluta óvissuferðar í Húnaþingi vestra.